Þetta er sagan herra Sterkan. Herra Sterkur er sterkasti maður í víðri veröld. Sterkasti maður sem nokkur tíma hefur verið til og líklega sá sterkasti sem nokkur tíma verður til. Hann er svo sterkur að hann getur ekki bara beygt járnstöng með höndunum einum, heldur getur hann líka hnýtt á hana hnút. Herra Sterkur er svo sterkur að hann getur kastað fallbyssukúlu jafn langt og þið getið kastað venjulegum smábolta. Herra Sterkur er svo sterkur að hann getur rekið nagla í vegg með því einu að dilla fingri á hann. Sterkur að nafni og sterkur í raun. Langar ykkur kannski að komast að því í hverju leyndardómurinn krafta herra Sterks er fólginn? Eggjum. Því fleiri egg sem herra Sterkur borðar, því sterkari verður hann. Sterkari og sterkari og sterkari. Hvað sem því líður, þá er þetta saga svolítið skrítið sem kom fyrir herra Sterkan dag nokkur. Þann morgun var hann að fá sér morgunverð og til morgunverðar fékk hann sér egg. Og egg þar á ofan og giski nú á hvað hann fékk sér í lokin. Hárrétt, egg. Þetta var hversdags morgunverður herra Sterks. Að loknum þessum eggjamorgunverði sínum burstaði herra Sterkur í sér tennurnar og að venju kreista hann allt tannkremið út úr tannkremshylkinu. Og að venju burstaði hann tennurnar svo harkalega að hann braut tannburstan. Herra Sterkur leggur að velli fjöldan allan af tannkremshylkjum og tannburstum. Að þessu loknu ákvað herra Sterkur að fara í gönguferð. Hann setti hattinn sinn og opnaði útidyrnar á húsinu sínu. En svo dýrðardagur, hugsaði hann með sjálfum sér. Fór út og lokaði útidyrunum. Hurðin datt af hjörunum. Herra Sterkur leggur fjölmargar útihurðir að velli. Síðan hélt herra Sterkur á stað í gönguferðina. Hann gekk í gegnum skóginn. Hann gáði ekki að hvar hann gekk og hlunkaðist beint á gríðarstórt tré. Þessi gríðarstóri trjábolur hrökk í sundur og tréð stiftist til jarðar. Hona nú, sagði herra Sterkur. Hann hélt inn í borgina og enn gáði hann ekki að hvar hann gekk og hlunkaðist beint á múrvegg. Og þar sem herra Sterkur er herra Sterkur, hlunkaðist hann beint í gegnum vegginn. Hona nú, sagði herra Sterkur. Að lokum gekk herra Sterkur í gegnum borgina og út í sveit, að bóndabæ. Bóndinn mætti honum á miðjum veginum, áhyggjufullur á svip. Góð ráð, sagði herra Sterkur. Kornakurinn minn, sagði bóndinn. Það kviknaði í honum og ég get ekki slökkt eldinn. Herra Sterkur leit yfir limgerðið og það stóð heima. Kornakurinn stóð í björtu báli. Vatn, sagði herra Sterkur. Við erum að fá vatn til að slökkva eldinn. Ég hef ekki nóg vatn til að slökkva í öllum agrinum, æpti bóndinn kvíðafullur. Og það er næst í vatnir já og ég hef enga dælu. Þá vorum að finna eitthvað til að bera vatnið í, sagði herra Sterkur. Átt þú þessa hlöðu? Spurði hann og bent á hlöðu sem stóð við annan akur. Já, ég ætla að setja kornið mitt í hana, sagði bóndinn. Má ég nota hana? Spurði herra Sterkur. En, ekki dein, komdu nú. Herra Sterkur gekk að hlöðunni og vitið hvað hann gerði? Hann tók hana upp. Hann tók hana sko í alvöru upp og bóndinn ætlaði ekki að trúa sínum eigin augum. Síðan bar herra Sterkur hlöðuna hátt yfir höfði sér niður að ánni og hann á hvolfi. Því næst færði hann ofan í ána svo að hún fylltist af vatni. Og svo, þetta sýnir hvað herra Sterkur var sterkur í raun og veru, hann tók hlöðuna upp og bar hana að logandi kornagrinu. Herra Sterkur hvolfdi úr hlöðunni fullri af vatni yfir logana. Rétt áður höfðu eldtungurnar teikst til himins. Andartaki síðar voru þær horfnar. Hvernig í óskopunum get ég þakka þér þetta? Spurði bóndinn herra Sterkan. Ó, þetta var lítilræði, sagði herra Sterkur hæversklega. En ég verð að finna einhver ráð til að launa þér, sagði bóndinn. Nú, jæja þá, sagði herra Sterkur. Þar sem þú ert bóndi hlýtur að vera með hænur. Já, það er ég, sagði bóndinn. Heilmikið af þeim. Og hænur verpa eggjum, hélt herra Sterkur áfram. Og mér þykja egg fremur góð.
Þá skaldu fá eins mikið af eggjum og þú getur borið, sagði bóndinn og fór með herra Sterkan heim að bóndabænum. Herra Sterkur kvaddi bóndan og þakkaði honum fyrir eggið og bóndinn þakkaði honum fyrir hjálpina. Síðan tók herra Sterkur eggin upp með einum fingri og hélt heim. Herra Sterkur setti eggin varlega á eldhúsborðið og ætlaði að loka eldhúsdyrunum. Hurðin datt af fjörum. Anna nú, sagði herra Sterkur og settist. Stóllinn brotnaði í spón. Anna nú, sagði herra Sterkur og fór að elda sér hádegismat og til hádegisverðar fékk hann sér fyrst egg. Eftir það 1 eða 2 egg og egg á milli og egg með og svo egg fyrir afa og í ábæti ætlaði hann að fá sér, já, getið þið giskað á. Í ábæti fékk hann sér rjómaís. Ha ha ha!